Sjóreknu hlustendur, trú sannfæringu ykkar og samvisku eru þið að sjálfsögðu hlusta á hið góðsagnakennda hlaðvarp 2 á topnum. Þessi þáttur er númer 86, samkvæmt tímatalinu sem hófst þegar fréttablaðið leið undir lok fyrir rétt tæplega 2 árum og er sem sagt þáttur 86 EFBL. Þannig að það fólk ætti svona, sem að hlustar á okkur ætti almennt að vera orðið nokkuð meðvituð að 2 á topnum eru blaðamennirnir Oddur Ævar og Tóti. Já, Það erum við. er það ekki? Jú. Já. En við erum enga veginn einir á topnum með þessu sinni, þar sem hingað í hljóðverið okkar hjá Rekus á 3. hæð Hafnatorgs höfum við fengið til okkar kvikmyndalegstjórann Þór Pálsson sem frumsýnir svona fyrstu mynd The Damned á morgun. Verðu velkomin. Takk fyrir. Frábært að fá þig. Já, gaman að koma hérna. Er það ekki? Jú, gaman að heita ykkur. Já, þú ert ekki stressaður, þér líður vel. Við lifum vel, sko. Já. Með kaffi og vatn og sitt nálægt mikrofónunum. Já. Lætt heyri í mér, sko. Já, Já, Oddur líka með svo þægilega nærveru, sko. Hann er svona... er það ekki? Jú, jú. Þetta er alveg bara svona, þetta er svona rjóma blíða. Það er hlítinn inn í hjá ykkur, sko. Er það ekki? Þetta er gott, sko. Ég finn ástina. Já. Ákvæmlega. Já. En það er rétt hjá mér ekki, þú ert að frumsýna bara á morgun. Jú. Já, þá kannski ættum við að taka það fram að við erum að taka þetta upp síðdegis miðvikudaginn 29. janúar. Það er nú venjulega gert á 50 dögum. Já. En við flýtum okkur með þetta vegna þess að Þóður getur náttúrulega ekki verið hérna með okkur á morgun þegar hann er að fara að frumsýna. Ég meina við tökum bara eitt svona 24-hour podcast. Það var þetta ekki dæla Bara gott. svona marathon kannski bara. Það var ekki dæla gott, sitja bara hérna. Bara pumpa allt upp úr sem við getum. Förum bara eina top 100 myndir á Intimate Database og byrjum bara Já, nummer 1 og já, förum niður. Já. Það hljómar ekki dæla Það vel. er náttúrulega líka mjög gaman að við lekum út í eitthvað svoleiðis og talum eitthvað annað en þína mynd en sko, Hvað sem vilja tala um, ég er bara opinn, sko. en The Damned, þetta er hérna, já, svona bara synopsisið er hérna, henni er líst sko hvað, þetta er svona hryllingsdrama einhvers konar og þetta er hverjustum ekki á 19. öld sem þarf að taka erfið ákvörðun. Eitt sérlega erfiðan vetur þegar skip sekkur skamt frá fátækum íslenskum sveitabæ. Allar tilraunir til að bjarga áhöfnum munu hafa áhrif á matarforða bæjarins þar sem íbúar svelta. Og það þarf að taka afdreifa ykkur ákvarðanir og sem draga þetta illt á eftir sér. Hérna, og sko, þú ert að fara frumsýnina núna heima, Já. en hún er búin að vera að bara gera það býsna gott. Erlendis. Já, við byrjum að frumsýna í Bandaríkjunum. Já. Og það var hérna 3. janúar Já. og það gekk bara já, það var enginn að búist þeim til ganga svona vel. Nei. Og hérna mjög góða sókn fyrstu helgina Frábært. og já, bara rosa gaman og vel auglýst og fengum hérna dreifingaræðilin okkar heiti Vertical og þeir sett hana í hérna AMC bíóin og þetta voru held ég 732 bíó í Bandaríkjunum sem var sýnd í. Vá. Já, sem var svona, þú veist, fyrir svona, já, litla indie mynd er það alveg rosa gott, sko, og allir rosa ánæðir og þannig að, en hvernig þetta virkar hann úti, sko, fyrir jól vissi ég ekki neitt. Já, ok. Þannig að þeir voru bara, þeir sögðu, ok, við viljum setja hann í bíó, þau vildi ekki kommitta alveg og síðan hérna, milli jól og nýjárs þá loksins fekk ég að vita að hún færi í bíó en ekki kom marga sali Ok. hversu marga bíó og síðan er það bara þarna, ég veit ekki bara 1. janúar, ég man ekki hvernig það var sem ég fæ loksins að vita hvað er dörmörg bíó og þá greinlega voru þau búin að greinlega ána með tölurnar eða hvernig þetta var einhvern veginn að spila úr sér og setja hann í svona mörg bíó og þetta var rosa prósess. Já, ég heyri það. Mjög nýtt fyrir mér, sko. Þetta kannski tengist ekkit beint listinni, sko. Að fara ekkit með þetta prósess og þú veist, þau voru að skrína þetta fyrir þetta eru 3 risar í Bandaríkjunum. Ég man bara AMC núna, sko. Og sen eru þeir bara einhvern veginn að horfa á myndina og taka ákvörðum hvort þau vilja taka hann að sér og setja hann í bíó þegar þetta er rosa mikið barátta þessa skjái, sko. Já, það ekki. Jú, maður er að berjast við Sonic the Hedgehog og svona og það er náttúrulega bara mjög erfitt. Það er rosalegt. En það er líka, sko, við hérna, tökum alltaf púlsinn á Rotten Tomatoes og þar er hún í 90% hjá gagnrýnendum og á baku það eru 71 dómur sem er nú bara, gerir þetta frekar sannfærandi Það er helvíti gott. tölu finnst mér sko 90%. Þannig að, hérna, og svona bara, já, gegnum sneitt, mjög góðir dómar
eitthvað samt að hafa ágjör að hún sé kannski svona þannig að hún muni siglundi radar að fari framjá fólki en allavega þetta start lofar mjög góður. En það alltaf gerist bara rosa mikið fyrir svona myndir sem eru kannski ekki með einhverja stjörnur og svona að það getur alltaf erfitt að vita hvernig lífum mun lifa sko eftir búin í bíó og mjög sumur með ágjör að þetta getur þetta verið eitthvað svona hidden gem sem fólk veit ekki af en þetta bara svona við til vorum að Sony var að kaupa worldwide réttin á öllum territoríunum sem við vorum ekki búin að selja og þannig að það sem það þýðir að þeir eru með aðila í öllum territoríunum í heiminum, Sony þannig að það verður hægt að horfa á hana hvort þessi bíó eða VOD eða eitthvað, þannig það bara var svo gaman að vita að þú býrt í bíómynd að það getur einhver gaur í Zimbabwe nákvæmlega fara að horta á einhverja íslenska formynd það ekki bara kekki, þetta bara jú, það rosa gaman og það er mjög nýtt sko þannig þetta svona þetta svona exclusive svo náttúrulega en sko nú hún dettur sér til bíó á Íslandi á morgun 5.30. janúar og hvað, það gamli góði Álfabakkin og Sambíón og Akureyri Bíóparadís og Smárabíó það er nokkuð góð dekkun en hvernig sko nú náttúrulega bara komið með fína dóma búið að sína Bandaríkjunum og Íslandi náttúrulega, þetta er náttúrulega ekki stór markaður sem er eitthvað make or break en það er alltaf tilfinningin svolítið spes að vera að koma heim, er það ekki með hana? Jú, náttúrulega, þú veist, nú er amma að fara að sjá hana og það skiptir alveg gríðlega miklu máli mamma er enda búin að sjá hana, hún kom með mér fórum á Sitges hátíðina og dró hana þangað, þannig hún er búin að sjá hana á stóra skjánum en síðan er bara allir vinir mínir allir sem æskuvinir og strákar svo var með mér í kvikmyndaskólanum og þannig að einhvern veginn gaman að geta sýnt öllum og bara öll á krúinu allir sem unna myndinu í Íslandi er ekki búin að sjá hana þannig það er svona öðruvísi svona stress að sýna því fólki sem er kannski svona aðeins meira close heldur en bara einhver almenni Bandaríkja maður sko. Hvernig fannst mömmu? Sko, mömmu finnst allt bara æðislegt sem svona henni gerir bara eins og mömmur eru að vera og mjög ég man nú ekki sko, málega, mér finnst mjög erfitt að horfa á það sem verkin mín þannig að maður fer svona bara eins og smá svona einhvern veginn svona, þetta er alltaf blurry en ég man ekki nákvæmlega hvað hún sagði en hún var reyndar ekki besti hún var búin að sjá klippið og hún var búin að sjá svona tökur og the rushes og svona hún kom ekki alveg hrein inn í þetta sko. en ég er spenntur að sjá hvað amma segir hún segir alltaf sko ef ég er að setja mynda á hjá henni ef við erum að taka eitthvað bíókvöld þá segir alltaf ekki þetta draugamynd og nú er þetta draugamynd loksins þegar ég bara setja kannski einhverja spennumynd á en nú er þetta í alvegurinn í draugamynd en þú veist maður að geta gert henni þetta ég sagði bara, settu bara henduna fyrir augun á þér eða herðu, bara ekki lesa textan þú ert nefnilega að lýsa minnið aðferð við að horfa á þessa mynd sko. Ég var svona í kvikmyndahúsinu sko, með hendur bara í skauti sko. ég gati þetta ekki sko. Við fengum að sjá hana í mjög exklusívum hóp í eitthvað tádegi daginn og ég hafði eiginlega mest gaman að því bara að sitja á hlýðan Otti, hann getur ekki hryllingsmynd það er bara algjör byrjandi ég er algjör byrjandi í þessu þessari einni minn uppáhaldskvikmyndagreinum þannig að ég var alveg svo fiskur í vatni og Ottur í keng sko, og ég bara er að læra fullt af hlutum sko. þetta er mest ógængandi mynd sem ég sé sko. það er bara þannig þú ert svona manneski sem að vill hafa inn í sal ég var sko menn sem eru hvað það var sko þeir eru erfiðari sko en þeir svona aðeins meira svona clean slate sko það er gaman að sjá bara þessi aðferð sem ég bara komin upp sko og sérstaklega þarna þegar ég horfði á The Dance sko bara vera með hendurna fyrir andlutinu horfa til hliða mikið því ég var mikið að gera það líka en svo hugsaði ég samt líka þegar ég var með hendurnar fyrir andlutan á mér ég hugsaði að myndi væri eiginlega meira creepy þannig sko því ég horfði svona hálfloku augun sko það var alveg hægt að gera það sko hann Jacques Audiard ég kannast við hann en ég myndi að gera þess að Emilia Pérez fyrstu myndirnar hans og sett hann oft svona mynd
ok, það ekki myndavélina, það setur alltaf puttana fyrir kameruna, byrjun á Profit, byrjað þannig, byrjun á hérna The Heart of My Beat Skipped eða eitthvað, þannig að það alveg sumir kumdikemur sem að nýta þessa putta sko. Já, svo líka sko, það er hljóðheimur í þessari mynd, þannig að það ekkert nóg að loka augunum, sko, það oddur slapp ekkert sko, Nei, ég slapp alls ekki sko. Þegar Event Horizon var í bíó, game-hryllingur eitthvað, hún var nú ekkert spes hún er samt scary. Já, hún er bara scary og þá heyrði ég af einhverju konu sem var eiginlega með augun loku allan tíma, en var alveg samt á taugum út af bara hljóðheimnum, sko. Og svo var ég bara daginn, ég keypti mér soundtrackið úr Nosferatu á vínil og var að spila þetta heima í gær og ég var bara hræddari eiginlega heim í stofu heldur en í bíó, sko. Þá var það bara soundtrackið sem er bara alveg helviti hefi, sko. Hvað fannst þér Nosferatu? Ég er búin að sjá hana. Já, ég var slánaði með hana. Ég líka vampíristi, sko. Ég er nefnilega ekki ánægð með hana. Nei, gott. Þetta er líka komið hot take, sko. Já, geðveikt. Mér fannst The Witch mjög góð The Lighthouse besta myndinans mínum að allt sem ég segi núna bara mitt þetta er ekkert eitthvað, maður þarf að passa að segja að maður tala kvimundadúta sko. The Northman bara ég fann það hann gæti ekki höndla skalan. Nei. Ég fann það bara hann kunni ekki að þú veist að þetta átt að vera stórt skóp en hann var ennþá svo mikið í sínu ég fann það bara hvernig hann freymar og svona þetta var vesen og ég hugsa ok, nei, Nosferatu það þarf allt aftur, það er meira það er sko intimacy sko hjá karakterum en líka þarf að vera skópið sem þessi heimur er og mér fannst hún svona mér fannst hún ekki virka. Hver er protagonistur á myndinni? Já, það er ekki gott að svara því. Hann segir þessi stúlkan en hún er ekki aktív. Nei. Hún gerir ekkert aktív. Er það Nosferatu sjálfur? Nei, valla. Hann er vall í myndinni. Aktífasti karakterinn er maður. Já, það er rétt. Er hann protagonisti? Nei. Þannig þetta finnst mér bara ekki, þú veist, mér finnst það ekki nóg gott og þannig ég horfa á hana og ég var fyrir vonbrigðum sko. Og síðan þegar fólk segir við mig hún lúkkar svo vel, ég segi, en þú get sagt það um svo marga mynd hún lúkkar vel. Já, það var best að færa allt saman sko, í réttum hlutullum en ég veit að ég er náttúrulega svo bara bæjast sko, ég bara vampíru myndir þurfa að vera ofslega vondar til þess að ég kvartir sko. En það er meira trykk í þessar 122 ára að þínum að sem er náttúrulega einhvers konar Já, er hún hljóðlaus? Já. Veistu, ég hef bara ekki séð hana. Nei. Ég hef bara séð svona bita þannig að lappa upp stigan og já, þessi klassísku skot svona, ég myndi ekki segja þessi svona connoisseur í vampíru en ég horfi mér minna, þú veist Vampire in Brooklyn og svona mjög gott. Er það ekki klassík? Lost Boys? Já, það er náttúrulega klassík sko. Það er klassík. En Þóra, árin að við svona förum og greinum myndina og tölum aðeins söguþráðin og svo framvegis. Hvaðan kemur þú? Þú veist, hvernig kom þetta til? Þú veist, já, það er einmitt svolítið sko. Nú kemur þessi mynd og það bara fína viðtökur úr útlöndum og það eru nú alltaf tveir hér búin að spyrja mig bara, hver er þessi gaur? Hvað er þetta fyrsta myndin hans? Hvað er að fyrir þetta? Hvað gerist? Ég vona fólk sem segir þetta með svona jákvæð Já, alveg bara hissa sko. Hver í anskotunum er þessi gaur? Það er líka því að við erum íslendingar og ætlum svolítið sem við vitum allt sem allir er að gera bara svona skellt svolítið bara fram hjá okkur. Já, bara kannski því miður er bara ekki séu heilt lengur til sko, það væri okkur komnar einhverja greinar þar og maður getur googlað. Já, tala nú ekki um við værum kannski búin að gefa eitthvað þar. Já, þetta er kannski svona löng spurning, sko, þú veist, það fyrsta sem ég gerði sem kom út var að ég gerði þættina Brot á Íslandi sem hétu The Valhalla Murders í útlöndum sem var síðan Netflix-serja og ég bjó hana til kreatorinn á henni og leikstýri 4 af 8 þáttum sem er svona Nordic Noir með Nínu Dögg og Bjössa Tós en undan því þá var ég bara ungu drengur sem elskaði bíó og fara í vídeoleguna til ömmu og afa og horfa á þú veist, reyna að horfa á 4-5 myndir á dag segja nei við vinni mína sem langar flót í fótbolta mjög gott, þetta er góð grunnur bara heita samlokur og kottisósu og
En hvað voru amma og afi með vídeolegu? Amma og afi með vídeolegu og það var bara ein regla, ég mátti ekki lega nýja myndir. Já, Wow. Þannig að bara alla gömlu og ég náttúrulega valdi eiginlega bara myndir sem voru flott cover. Já. Maður var ekkert eitthvað að lesa og þannig að þú veist, og síðan elskaði maður bara allt, þú veist, Steven Seagal og Já. Hann vannmetinn. Jean-Claude Van Damme. Ég var að horfa á Under Siege daginn. Já. Hún frábær, ennþá frábær. Já. Það er náttúrulega Tommy Lee Jones alveg náttúrulega í sílíku banastu. Wow. Nei, sko, Tommy Lee Jones frábærinn og Gary Busey. Já. Sko, sem náttúrulega alveg á skilið svona hærri sess í hierarkíunni í Hollywood. Þetta náttúrulega eftir að hann lendi í móðurhjólaslysinu. Þannig að hann var orðin vel þegar hann var svona skemmtilega skrítin eftir móðurhjólaslysið þá fekk hann heilaskaða. En alltaf, þú veist, mér finnst þú þurfa í svona myndum þá þetta er með skemmtilega vondakalla og þeir eru æðislega sko. Frábæri sko. En hver er ég? Þetta er flókið spurning en mér finnst bara gaman að heyra þetta ég kannski er ekkert mjög sýnilegur en nei, ég kannski bara reynir bara að setja orkuna mín aðeins í bíó og gerði þessa sjónvarseríu ég fór náttúrulega vídeóleiknum og afa og sem fór ég í kvikmyndaskólan hérna á Íslandi 2 ár þar, gerði alveg rosalega mikið af stuttmyndum Varstu þá að læra þú veist þá leikstjóra vinkilin Já, leikstjórn og framleiðslu Ég hafði ekki, á þeim tíma ekki nóg mikið áhuga á framleiðslu þannig það var rosa mikið bara leikstjórn og rosa mikið bara svona learn by doing bara gera alveg rosalega mikið stuttmyndum og gera mikið mistökum og síðan fór ég úr þeim skóla, fór til Englands, tók masterskráð þar í National Film and Television School og síðan útskrifaðist þar og gerði síðan brot-seríuna og ég er búin að vera basically fram og tilbaka London og Ísland síðustu 10 ár þannig ég hef ekkert verið mjög sýnilegur þannig ég kem bara einn yfir og síðan allan hennar tíma ég búin að þróa þessa bíómynd það tók mig 8 ára að gera þessa mynd Okay. Þannig að frá því ég fór á eftir ég útskrifaðist þá fekk ég félag minn sem var handritshöfundur með mér í skóla ég var með hugmynda kvikmynd ég vann þetta kallast Nordic Talents það sem að allir kvikmyndaskólar í Evrópu kannski Skandinavíu, Evrópu Skandinavíu, ég man það ekki allavega og það sem að ef þú klárar mastersnám og máttur að taka þátt í þessari keppni og ég tók þátt og ég vann pitch-keppnina og vann pening til að skrifa þessa kvikmynd og fór var alltaf svona draum ég tók enn félag minn sem ég langaði að skrifa þetta með mér og fórum og byggum í 3 mánuði á Ísafirði yfir veturinn og hann er frá Suður Afríku hann var bara að kvóta The Revenant hann var bara I'm afraid to die hann var bara aldrei upplefa svona snjó nei ég var orkendur og hann var líka hægri nætt að reykja og líka nætt að drekka þannig að hann var ofta að sneika sér út á nóttina að fara að kaupa sígarettinu og bensinstöðinni en nei, þannig ég var þar og þar kom hugmyndin að svona fyrsta hugmyndin sem maður talar á svona 3-pager þetta er svona hugmyndin svoði niður í einhverja svona 2-3 blaðsjur og eftir það var það síðan bara 8 ár af hægri þróun og bara fer eftir hversu mikið dítelið við Nei, en ég bara sko af hverju, hvaðan kemur þessu hugmynd veistu, af hverju hryllingur ertu, hallar þeirra hryllingi þegar þú ert að glápa var það mikið hryllismyndum með flott cover á vídeolögunni Já, það voru það sko Nei, ég myndi ekki segja ég sé svona the horror guy sko ég held að ég kannski kem meira að þessu svona smá eins og kannski Ari Aster sem að stundum bara þarf sagan að vera sögð í getum eitthvað genre og og þetta byrjaði bara sem hugmynd og þá var það lítil verbúð föstu við veturinn ekki mikill matur og þau sjá að skipu sokkið við strendur sínar þau þurfa að taka ákvörðun ef að bjarga þessu fólki eða ekki, ef við björgum þessu fólki þá munum við öll svelta og deyja, við eigum ekki næga mat
þannig að þetta var bara svona drama eiginlega. Já, það er líka, það er náttúrulega svona ósangjönd einföldun að leibila hana bara hryllingsmynd, sko. Þetta er náttúrulega meiri svona psychological thriller, sko, heldur en horror, þó að Oddur hafi verið skítrættur, sko. En það var þannig, það var svona approachið og hún er náttúrulega öll sögð í getnum point of viewið hennar Evu og þannig að þú veist bara allt sem Eva veit og upplifir svona hryllingin og allt dramaði í gegnum hennar sjónarhótt og þannig að það finnst mér alltaf, fyrir mér ég átti að gera psychological eitthvað, þá verður að tengja þetta við karakter og upplifun þannig að, en nei þannig það var bara svona fyrsta hugmyndin og síðan manni bara var maður að skrifa þegar að þau taka ákvörðun að bjarga ekki fólkinu og skrýtnir hlutir byrja að gerast og þá bara, já, ok, þetta er horrormynd og síðan tók náttúrulega 8 ára að skrifa þetta og gera þetta allt en þarna var svona þú veist, seint nóttina á Ísafirði og þetta er náttúrulega ég er alltaf bara fyrir það máði af hverju sko, við eigum ekki meira af hryllingsmyndum eða svona myndum, bara ég ljósi bara þjóðsagna arfsins og allt sem við eigum Stephen King gæti alveg sleikt út sko, hann sagði þjóðsagna katalógin og þetta er alveg svo gott, svona góð sviðsmynd fyrir svona mynd, þetta er náttúrulega ískuldi, myrkur ekki til rafmagn, Ísland einhvern veginn í sinni verstaham sko, þannig að settingið er alveg brilljant sko. Alveg fullkomið sko. Og svo náttúrulega kemur þetta með, þau taka hérna ákvörðun og svo fara duðlega fyrir að gerast og þá kemur þetta sem að Dóra var að tala í síðasta hættum David Lynch, þá kemur náttúrulega ókennileikinn og þetta unheimlík alveg bara fullblast og rosalega vel hefna og ég líka einmitt að tala persónu sko, mann var strax einhvern veginn ekki sama þetta fólk og það er eiginlega make or break ekki bara fyrir svona myndir, bara alla myndir eða þeir eru einhvern veginn sama fólkið en ég bara hryllingurinn var ekkert að gera mér neitt mér fyrir en ég fann opaslega til með fólkinu og bara, leið bara ekki vel fyrir þeirra hönd sko, sem er mjög gott bara aðeins þetta heyra að því að það náttúrulega bara er grunnurinn á öllu, hvort þess að vinna í genre eða komedíu eða sci-fi eða hvað það er og að þú verður einhvern veginn að setja smá orku í að kynnast karakterum og sem er alltaf erfitt að oft í genre þá ertu með aðeins minni tíma til þess að gera þetta þannig að þú ert að finna einhverja leiðir til þess að gera það og tengja og hvort að sé að allir sé að syngja saman eða drekka eða eitthvað svo tengir við fólk að rífast eða hvað, þannig að ef þetta er bara plottið þá er alltaf erfitt eins og einmitt þú ætlar að fara að drepa fólk þú veist, ef þú þekkir ekki karakterinn eða skilur hann ekki af hverju að þeir að vera eitthvað akkur eftir að vera eitthvað leiður þegar hann deyr en svo bara líka að því að ég er svo latur sko, bara, fyrsta myndi er alltaf og fara í svona period, þetta er alltaf svo mikið vinna svo mikið vesen að gera periódur sko. Vesen er rétt orðið sko. Nei, þetta var það erfiðst ég gert á æviminni. Er það ekki það? Jú. Tökurnar og þú veist bara þetta bara sko, það var svo kalt og veist, mér var kalt en leikararnir voru í periódubúningum í perióduskóm og reyna að tróða einhverjum svona einhverju hlýju innunundir sem er bara eiginlega ekkert hægt það sem að þú þá sérðu það eiginlega bara þannig já, þetta og síðan við byggðum húsið sem þau eru í og við byggðum exterior húsið í Bolungavík sem byggðum við interior í húsinu á Ísafirði og þannig að við vorum ekkert að fara einhverja svona auðvöld þetta húsnæði er ekki til, við urðum að gera þetta svona og já, bara einhvern veginn en líka bara sem ég kannski ekki nóg mikið talað að mann er alltaf að læra líka en það er alveg, þú veist að spyrja af hverju er ekki meira svona gert á Íslandi að það er ég með það náttúrulega ekki margir að gera genre kvikmyndir nei. Og það er alveg gríðarlega erfitt að byggja spennu eða byggja horror búa til atmosfér, ég er náttúrulega slett já, hér er mikið slett ég
já, þannig að það rosa erfitt og hvernig lýsur andrúmsloft í kvikmyndar þú veist, og þannig að og oft eru kannski allavega ég er kannski ekki með svarið akkur fleiri gerir þetta ekki en það getur líka bara verið að það eru margir sem kannski langa að gera þetta en þeir komast ekki áfram að því að þeir sem eru með lyklana hleypa þeim ekki inn sko. Nei, líka bara sko að því að ég veit ekki að ég held að svona Íslendingar ef Gallup gerir könnun sko þá eru bara 70% trú á álfa eða svo stutt í held ég alltaf á Íslendingum að bara já þetta er suspension of disbelief er bara ekki droslega mikið mál sko. Þannig að þetta er kannski of nálægt bara en nei, bara ég myndi svo bara í þessari mynd sko, náttúrulega gerist á Íslandi og svo bara byrjar eitthvað að gerast og þá er þetta bara draugur og það er bara þetta var náttúrulega þá en þetta er alveg ennþá þetta ég held að sem ég stutti að þetta er draugagangur hérna þess vegna fannst mér, nú takar líka svona á mig sko, þú veist, Ísland skilur þetta er bara, ég tengdi við þetta allt sko, maður var svona, sko, þú veist þetta var aðeins real, bara fyrir mig Já, það ná 19. Já, samrúst það er bara í kollektífri svona vitund þjóðasálinni hérna, þá er þetta allt bara frekar svona raunverulegt Já, það er alveg rétt en líka mjög áhugavert bara því meira sem að gera svona research og er að skoða að það er mjög áhugavert hvernig trú kemur inn í líka mikið af þessu og maður svona byrjar að skilja sko þegar að þú er að sitja í fótspor þeirra á þessum tíma að þegar að það er engin svör að fá hvert leitaru þú leitar eitthvað sem er með svör og þá hvort það sé ákveðin bók biblían eða hvað það er eða þá þjóðtrú að því það hlýtur að vera einhver ástæð fyrir því að okkur allir menninir druknuðu eða hvað það er eða svartidauði eða hvað það er sko Manstu eftir eitthvað svona sérstaklega senu sem að þið fannst bara vá hvað þetta var öðrugt sem var bara svona langar að skjóta Sko ég skal bara segja leikstjórnlega séð þetta er kannski ekki gaman fyrir fólk sem hefur ekki áhuga á leikstjórn eitt sem ég fatta ekki fyrir en ég var bara komin á settið að ég var með 7 leikar einhverju einustu senu og fyrir leikstjóra að skilja blocking og sko hvar þú setur kameruna, hvar er leikarinn hreyfir sig og þú ert einhvern veginn að skilja nákvæmlega hvernig er ég að fara að mynda þessa senu þú ert með 7 peð að hreyfa sig í hverju einustu senu og þú ert að passa auglínur og þú ert að passa svo marga hluti og það er mjög sjaldan og nú það er sko 7 ágætlega aðalkarakterar það er allt annað að gera einhver svona hópsinn það skiptir engu máli en það er einhvern veginn að reyna að þannig það var alveg gríðarlega erfitt en til þess að svarspurningi kannski skemmtilega svar var náttúrulega bara það nokkra senur sem það var svo kalt að fólk átti erfitt með að tala og náttúrulega leikarinn stuttu að tala það er ein sena sem þau standu öll yfir Já, ok, spoiler alert Já, ég veit Já, það staði yfir líkistum og það er bara svo kalt að fólk á erfitt með að tala og sumar aðra senur það sem að stundum þeim að bara svona kötta dílóka þegar það var bara einhvern veginn ekki hægt að segja mér Nei, því fólk er bara að byrja maður heyri bara í tönnuna þeirra bara En þetta er magna, ég hef aldrei pælt í þessu þú varst að lýsa þess að passa upp á sko 7 hreyfanlega karakteri ég bara sko verkar í ADHD sko, ég hefði hætt, ég bara, heyrðu þetta er bara, búið til öðru sem mynd ég get þetta ekki og líka, við erum að munna á skjóta sko í fjöru Einmitt og þú heldur, þú skilur og ég skil hversu mikið tíma ég hef sér allt í einu bara sjórun að koma hennar að fara maður var einhvern veginn og þetta er einhverja 4-5 senur sko og og allt í einu ert að elta sjóin til þess að halda þess að continuity sko þá allt í einu komið bara lengst frá bakkanum einhvern veginn og þannig að þú veist það eru svona hluti sem þetta er miklu meira bara svona leikstjórnar vesen sem þú finnur út úr en kuldin er bara
líka bara fyrir mig, ég fann hann aðeins en ég kannski líka pínu að projekta hvernig ég veit leikur hann leik sko. Þau voru að deyja á kvöld en bottom line samt að þetta er bara svona plus sko, þetta skila sér alla leið í bíó sko og gott Oddi var mjög kalt og slatti af krítíkurum sem ég skrunaði yfir það er mjög ábreytt mikið tala kuldan og landslægið og þetta er íslensk náttúra er náttúrulega sko psykopatískur morðingi sko og það er alveg það fer ekkert milli máli í þessari mynd sko. Skotin eru geðug finnst mér einmitt í myndinni af fjöllunum og þú veist eins og þeirra aðalpersóna og Odessa Young er að labba þú veist það í myrkrinu sko með luktina storminum ég er bara þetta er Eli Arensson hann skaut þetta og hann er rosalega klár hann skaut líka dýrið já og sem skaut hann núna nýlega The Watchers sem dóttir hans M. Night Shyamalan var að leikstýra var hann að skjóta The Deliverance sem Lee Daniels hún er á Netflix wow. þannig að þetta er mjög klár einstaklingur og þannig að og það er meira að meina allir tala bara þetta í þessum review en sko þú ert þannig lagað óþekkt stærð en hvernig gekk að fjármagna ég hjó nú strax eftir bara í byrjunni kreditlistanum að það eru írskir peningar greinilega hvernig þetta var sem sagt þetta var four-way co-production og þannig myndin er sko hún er íslensk, írsk, bresk og belgísk okay. og stundum er maður bara oft heppin í þessu að við fyrum að vinna með írskum höfundi til að fara aðeins aftur í tíman ég mun svara þessar spurningu þá skrifa ég þetta ég fyrir að skrifa trítmenti fyrir myndina við förum með það á hátíð sem er með Nordisk Film og TV Fund og við förum með trítmenti mitt þar inn og þar spyrjaði allt, þú skrifa handrið þetta sjálfur og ég segi nei, ég er með gaurinn fyrir þig og gefa okkur introduction til gaur sem heitir Jamie Hannigan hann hefði skrifað mynd sem var periodu genremynd og við náum svona þar að fá höfund inn sem er svona á herri skala en ég og framleiðendur mínir og það er svona sem er mjög mikilvægt allt að þú farið þér collaboratora þeir verða að vera klárið en þú sjálfur bara verður að gera það og hann er miklu betri höfundur en ég og hann kemur og les trítmentum mitt og trítment fyrir þeir sem kannski veit ekki það er svona þriðu personu 10 blaðsíðna dokument sem hún segir frá atburðum myndarinnar þetta gerist 10 blaðsíður cirka og hann segir að þetta er það gott með okkur að gera þetta en það vantar nóg mikið inn í þetta líka þess að ég hef eitthvað að gera ég get komið með eitthvað að borðinu og hann fyrir síðan að vinna með okkur og hann er íri og það var ekkert eitthvað planað bara við vildum vinna með honum að því að hann hefði skrifað svo flott handrit af þessari mynd sem heitir The Pilgrimage sem er með Tom Holland og leikur í áður en hann varð Spiderman og Joe Bernthal líka sem leikur Punisher og við sækjum í írska kvimtasjónum og við komumst þar inn og Írland styrkir þessa myndaleg gríðarlega mikið sem er mjög fyndið það sem að þú gætir ekki fundið íslenskri sögu Nei, einmitt. En það er stórkostlegt og líka samt er írski leikarar ábyrjandi og svona en sko, við tölum stundum með frændur voru að Íra einhvern veginn, mér fannst þetta allt bara einhvern veginn ganga fullkomlega upp sko við vera þetta Íslendingur við erum kannski meira background knowledge heldur en almennur amerískur áhrifandi en þetta gátt allt verið Íslendinga fyrir mér bara einhvern veginn, það er eitthvað skildleiki hann hjá okkur þannig að einhvern veginn írski leikarar að leika íslenska personur í gamla Íslandi, þetta var bara gekk upp gott að heyra, því maður er alltaf hræddu stundum sérðu
myndir okkur að tala ensku þessi karakterar, skrítið einhvern veginn. Það kemur oft upp í umræðinu líka á Íslandi. Okkur ekki á íslensku? Já, við segjum aldrei Ísland neistar. Nei. Þannig ég held að vera ekki að segja alltaf Ísland og tala einhverja svona íslenska hluti. Nákvæmlega. Þá ertu bara en við erum bara hérna og þau eru og líka, það ekkert allir með endilega með sama hreim líka, sko, þú veist að við erum með, sko, írska við erum fólk frá Írlandi, Skotlandi Englandi og Ástralíu Odessa Young ástralsk þannig séum við alla þessa og þú ert einhvern veginn svona að reyna og við fengum dialect coach sem manneski sem hjálpa fólki með hreim og og hún var að reyna einhvern veginn að finna út hvaða hreim geta allir gert sem einhvern veginn, þú veist, erum við að fara dálítið írskt með þetta, erum við að fara dálítið þú veist, já, þannig að við pröfum og við endum á þessum sem eiginlega miklu nær sko London hreim sem svona pínu washed eitthvað svona watered down version of þetta ekki, þú veist svona northern hreim Englandi eitthvað svoleið sem mjög distinkt þannig já, en mér varst bara og líka bara aðalmáli var líka að fá bara leikara sem trúðu á verkefnið og þetta eru bara ágætlega established flottir leikarar sem nefndu að standa í þessu með mér. Já, pældi því, það ekki vænt það var ekki bara, ótrúlegt eitthvað. Jú, bara, þú veist, og við erum með þú veist, bara fólk sem, ég meina, Odessa er svona rísandi stjarna í Ameríku núna hún með leikurum núna í nýju Bruce Springsteen myndinni sem kom út og búin að leika í mörgu öðru en svona einmitt núna einhvern veginn á the cusp eins og segja úti sem Joe Cole sem bara Peaky Blinders og Gangs of London og hellingur öðru kvikmyndum sem þú veist, Green Room og bara hellingur stöffi sem alltaf ég fíla og síðan eftir með Rory McCann að honum ógleymdum, hann er náttúrulega sér kapitúli já, það eru miklu ræðandi ég get sagt ykkur sérleir, er það ekki? Ég líka Tóti líka já, þú ert ábúklega með eitthvað sögur frá því hann gerði myndina Bjólf þess að fyndi sko þegar þú ert að gera þessa mynd og Ísland náttúran leggur allar að drepa krú og kast sko, þetta var ekki his first rodeo í því það er náttúrulega hann þurfti nú að gera bara heila heimildamynd gerð Bjólfskviður sko, sem er betur en myndin nefnilega nei, það er magnað en hann kunni svona ofsalega vel við sig á Íslandi samt já, hann fór ekkert hann bara fór að búa í tjaldi og fekk bara vinnu sem eitthvað svona handyman eða smiður að einhverja vorkenunum, hann tar ekki pening ég er góður sko og síðan bara stútar hann pröfunni fyrir Game of Thrones pröfan ég mæli með, ef fólk langar að sjá hvernig að gera góða pröfan hans á YouTube þá bara, já ég skil okkur hann var bara, strax þú sér þetta ég skil okkur nei, það var einmitt sko, hann var náttúrulega mjög lítið áberandi í þessari Bjólfsmynd hann lék hann Breka og þeir voru náttúrulega vinir hann og Gerard Butler ég man þetta rétt sko. En ég tók svo viðtal við hann þegar hann varð eftir sko, þá var hann bara leitað sér að húsnæði sko og ég dróða nú í eitthvað opnapartí á einhverju kvikmyndahátíð á Hótel Borg sko, og ferlega skemmtilegur og svo bara gleymist maður alltaf að tala um eitthvað fólk svo bara, maður horfa á Game of Thrones bara, þetta er hann sem ætlaði að eiga heim á Íslandi hvað er þetta og bara ótrúlega flottu ferill sem bara er í fullum gangi hjá hann sko, ég bara trúði ekki að hann væri þarna sko. er þetta Rory McCann og svo mikið gravitas sem hann kemur með bara, hann er svo mikið teddyberi líka sko. hann er svo þú veist, það er eitt náttúrulega bara hvernig karakter hann leikur en það er líka sko bara hver hann er og hann er algjör teddyber og hann hafði ekki leikið held í 2 ár ok hann er búin að fara í einhverja tvöfalda hnéaðgerð og þannig að hann var svona daldi hansaði og svona ryðgaður þannig að var rosa mikið að koma svona þetta er alltaf lægi og ég var alltaf, já, bara, þú veist, bara you do you, bara haldum bara áfram og að því mér finnst hann svona the ultimate man, einhvern veginn hann er eitthvað svona, ég sé fyrir mér að okkur langar að vera einhvern svona
hann var fullkomin í þetta hlutur sem svona leiðtogi hérna svona harður en það er mjúkur kjarni þetta er svona konfektmóli hart súkkulaði utanum firm but fair þannig að hann var eitthvað óörugur sorry Tóti hann var óörugur og var eitthvað að koma á og ég sagði, já, bara frábæri thank you boss, great boss eitthvað. Og hérna já, hann var ofta að fara svona afsíðis og bara til þess að róa taugarnar sko. Ok stressaður maður skilur alveg, þú veist, kannski þú veist, ef einhver íþróttamaður eða fótboltamaður er búin að vera meiddur og spilar hann kannski með varaliðinu aðeins og svo þú hoppar ekkert bara beint í meistaradeildina eða hvað það er eftir erfið meiðsli ef ekki spila fótbolt í 2 ár þannig ég skil alveg hvað maður stressaður og maður reynir bara að gera sitt þess að róa það niður og það er bara, þú veist, við höldum bara áfram og höldum við náum þessu það er ekkert stress með tökur og tíma þannig og minnst hann bara frábæri myndinni sko. Já, hann er það, alveg bara hérna ég bara eina sem ég hef verið kvart yfir þessu mynd ég vilja hafa meira á honum Já, á þess að við skulum að fara nánar út í það en hann svo, hann er allir góður og bara þetta er svona andlit þegar þetta finnst og þú veist ekki hvað leikarinn heitir þú veist, ég þurfti að fara beint á IMDb bara þetta er allt svona kunnulegt fólk og það er svona alltaf skemmtilega tilfengum, ég þekki þennan kannast eitthvað við þig og Siobhan Finneran sem leikur Helgu hún er náttúrulega bara, þú veist, úr hérna Downton Abbey og hérna maður gleyma þið núna hérna lögguþættinir frægu hérna bresku sem gerir sér smábæ hérna Midsommar, hérna hitt Barnaby leysir gátuna Nei, bara stólið þetta er frægi breskin og alveg stólið mér hún leikur hérna systurinnar og allavega þetta er bara getur að gæða leikara og það er svo gaman að vinna með svona prós Varstu það bara, íttur þú bara á play var þetta bara plug and play, já, taka upp senna gangu vel Þú reynir einhvern veginn bara að gefa þeim space við náðum að þess að æfa þú passa bara að gefa þeim einhvern veginn í það að vera að henda þeim í einhverja erfiðar aðstæður svo þau ná ekkert að skila góðri vinnu þannig voru bara rosa mikið bara passa að gera þetta rétt og bara að virðingu og pró ekkert eitthvað svona já en Rory hefur alveg verið til í þetta strax þurftur að lokka hann eða var hann bara ég held að þetta myndi verið erfiðara að því við vorum bara þetta fyrir ekki casting director og framlendinu mínir og ég skrifaði bréf til hans og hérna og þess að útskýra af hverju mig langar að hann leikur Ragnar og hann er bara já ég held að myndi vera eitthvað já við þurfum að skoða þetta eitthvað nei og þá reynda vissi ég ekki hvað hann elskar Ísland mikið nei það er náttúrulega það hefur ekki skemmt fyrir hvað hann er hérna mikill Íslands vinur já og hann meir sér að sko hann baði hús svona langt frá við vorum öll á Ísafirði hann var einhverju litlu hús í Bólangavík hann var í sjóin sko minni mig hann við vorum öll alltaf að hittast helgar og fór út að borða og byggu bara allir einhvern veginn okkur öðrum á Ísafirði og hérna en hann var svona dálítið svona hann elskar náttúruna, hann elskar fisk hann elskar að fara bara einn eitthvað hann er þessi ultimate maður hann er þetta svona við ímyndum okkur mér langar að vera svona en sen er ég bara í snjalltímanum mínum já, sama hér þetta er rosalega flott típa hvað tóku tökur langa tíma? Hvað voru þið lengi hérna? Við vorum 6 vikur já. Og hérna já, 6 vikur bara, og við vorum bara allan tíman þarna það var ekkert farið, ég fór ekkert aftur til Reykjavíkur en eitt svoleiðis og það er bara æðislega líka út af því að þessi leikar voru ekkert með einhverja aðstóðamenn eða eitthvað svoleiðis þetta er bara svona, það er bara eins og íslensk mynd það var ekkert eitthvað við fórum öll út að borða á kvöldin saman bara fólk sem er aðstofamaður á setti er bara fá sér bjór með Joe og Rory og allir vinir og sinni farið í sjósund saman og þannig að það voru bara mjög skemmtilega svona vinabönd sem kom út úr þessu það var ekkert eitthvað leikarinnir hérna og krúið hérna og þannig að það var mjög gaman og hérna að því fyrir mér maður hlustar á svona einhvern veginn leikstöruna sem maður virðir og ég man alltaf eftir Francis Ford Coppola og að ræða þú veist að koma fólkinu saman snemma, taka æfingar koma einhvern veginn fólki að þú veist þetta er ekkit endilega að læra línutna þetta er bara svona að kynnast og
þannig að þetta verður auðveldara þegar þú þetta að gera þetta í alvörunni nú þekki ég þig, nú treysti ég þér Já, búið til svona dýnamík Já, við getum alveg satt línunum okkar við verðum ekkert eitthvað að reyna að leika senuna hér eins og hún verður þetta bara einhvern veginn að og það tekur stressið líka bara svona aðeins og þú einhvern veginn bara svona hægt og rólega að vinna að því að þurfa að gera þetta síðan on set og þannig að þetta skiptir mér miklu máli og við náðum að taka samlestur og náðum oftast að æfa ágætlega og það var allt gert svona einhvern veginn bara eins próf og hægt var Þetta einmitt, Coppola, hann smalaði alltaf saman Corleone fjölskyldinu í svona dinner áður en að byrja að taka sko Já, vínakrannan þarna Coppola eitthvað dæmið og þar, ég var að horfa á making of Dracula og það frábært að ég mæli með líka fólk á YouTube að horfa á það sko Gary Oldman að missa það sko þá var hann topp alkoholismanu sko hann segir ekki munu eftir helmingina þessu það kemur málega ekkert við sko hann svona frábær í sér mynd hann alltaf frábær sko en sko góðir alkar þeir þarf ekki að skikja á hæfileikarna þá þeir séu svolítið slompaðir taugakerfi í henglum alls ekki en einmitt þess að ég var að segja með að þeir voru að fara það voru einmitt að hittast þarna á það sem hann býr með Coppola Vineyard eða eitthvað sko sem einmitt hann var að selja til þess að gera þessa nýju mynd því miður einmitt blessaða kallinn en það, mér finnst það eitthvað svo romantíst að finna en tíma sem alltaf aldrei til peningu til þess að gera þetta en það, eða tími en mér finnst það rosa mikilvægt að finna tíman, hittast og einhvern veginn ná að kynnast almennilega. En hvernig voru þá, þú veist, síðustu dagarnir, voru ekki mikla tilfinningar eða svona, þetta var að vera búið og þú veist, nú að fara að kveðjast eða eru kannski allir bara svona fála miklu fagmenn og vanir þessu? Jú, auðvitað alltaf svona, þú veist, og það var alltaf eitthvað svona þegar leikari var að fara þá var einhver kaka, einhver læti og þegar Siobhan var að fara þá var fengið einhver svona terta en það var eitthvað svona hálf kynlífsleikvanginni og hún átti að reyna að borða það og rjómi út allt og við höfum myndir af þessu öllu en það var, þannig að það var svona léttleik yfir þessu og það var mjög gaman og þessi gaman þegar leikarinn senda SMS eftir á bara hvað þetta var þú veist, þetta er minningar en nei, það var alltaf einhvern veginn allir að borða saman og kveðja hvort annað en ég vissum að margir voru ábúklega ánægðir að komast aftur heim í hlýjuna sko. væntanlega ég held að, þú veist, úti í kuldanum í svona langan tíma Jesus Christ sko. en þegar við tala sko að maður verður ekkert veikur meðan tökur eru sem bara strax þegar að seinast dagurinn er búinn þá er bara eins og hefur keyrt yfir þig það hrundir bara já, sko, það er eitthvað svona bara flensa sem kemur bara skilabúð bara líka honum að nú megi að þú veist, hún alltaf ég væntanlega sem ég aðderlinu rössi bara þegar þú ert að vinna að gera þetta bara senstu 2 dagarnir voru rosalegir það er sekvens sem ég ætla sem gerist í þokunni og það var gríðarlega erfitt að taka upp og ég meina að mynda þoku og hún til og ég meina þú veist þetta hún endist í 2-3 sekúndur og sem sér í gegnum hana þannig að einhvern veginn svona reyna að ná skotanninum einhvern veginn og ná performance og ná sögunni þetta er þarna í 3. aktinu þokusinnan og þar, þú voru seinustu 2 dagarnir skjóta þessa senu en að sekvens, þetta er meiri sena og og ekki að sem þetta sést framan í henni að leikkonum var búinn á því það er close-up af henni þegar hún er að labba að kamerunni og ég sé bara augunum hann hún er bara búinn og þú kannu bara búinn til eða þú veist, þeir eru að búa hana til bara ok, þú veist hvernig er það gerð? Er það frábært SFX teimi sko og þeir eru bara með svona þokuvilar og viftur og rafstöðar það er bara allan tíman það er enda engin díalógur í þessari sinn eða þú veist, eiginlega ekki en já, bara í alla staði teimið sem var að vinna að þessari mynd ég meina frá
búningum í hár og make-up og ég meina aðleikonun þetta hárkolla á henni Já, ok þetta aldrei vita Nei spoiler alert Já. Nei, og alvöru hár Ok hérna Ásta Hafþórs sáum hair og make-up með henni Sophie og öll prosthetics og svona og hérna og þannig það var og síðan þessi búningar koma frá Spáni okay. og hvað annars þar og við finnum þessi íslensku hérna þessi stakkarnir verið frá Spáni ok, ég hugsaði einmitt á myndina og hugsaði, wow, þetta eru ykkur gamlir íslenskir teknir að árbæða já, en þetta eru alveg eins sko. við þurfum að fara í rosa research og hérna fara á allir þessi söfn og taka þessar bækur og hérna og kynna okkur þetta og hérna það var ekkert að nota til dæmis það sem er inn á söfnum allt upp þóttnað en síðan eru þeir með safn hérna í Búlangavík sem heitir Ósvör og hérna þar eru þeir rosa mikið að reenacta og fara bara með bátinn sem við vorum með það er frá þeim og fara þarna út og hérna og sína hvernig það var gert í alvörunni og þannig að þetta var bara alvöru, þú veist bara fiskibátur, þetta var bara bátur sem var notaður Já, svona gerðu þeir þetta aldrei mér Já, þú veist þetta er rosalegt sko og líka bara fyndi út einhvern veginn með þessa leikara sem bara kunnulega ekki að róa sko þannig að við þurfum að finna allskið svona biotricks til þess að hans myndi bara fyrir hringi Já sem þið gerðu nokkur Er það ekki? Jú þá er þetta kom Joe sterkur inn hann er svona góður alfa alfa er svona satt neikvætt sko en hann er góður svona bara hann byrja bara að kalla row og kemur svona taktur sem tökum við það bara út í klippinu við heyrum hann ekkert segja þetta þá allt í einu því sumir er svo ungu leikurum og bara engan rytma sko. Nei, ég trúi því Nei, það er þetta þegar ég var að tala sko perióduna og letina sem ég upplýði sko, það var einmitt helst í kringum búningana því að maður bara veit að þetta er þið fóruð ekki hérna í Kormák og Skjöld eða bara og sóttu þetta bara hérna handa með hotni sko og ég náttúrulega ekki sérfræðingur í tímabili en þetta var opbóðslega samfærandi maður var bara einhvern veginn já þetta hefur klárlega bara verið svona og ég er samt bara hérna Dóra mín hins vegar, hún er náttúrulega hún lifir í þessum örbyrðar fortíð en hún er bara ekki búin að sjá myndinni ég býð mjög spenntur eftir að hún sjáu þetta sko ég eiginlega veit samt að hún verður hrifin sko þetta var bara hérna, þetta var en bara allt þetta er svo mikil núansar þetta er svo mikil fyrirhöfn ég nenni ekki svona og leikmyndin já, þetta er rosalega mikið Frosti Friðriksson, hann var hannaði þetta fyrir okkur hann og Stígur voru að byggja þetta allt og gera þetta og það er bara mjög mikið enn og aftur að sletta authenticity í þessu og bara hvernig var þetta og auðvitað leifum okkur kannski aðeins gerum við húsið aðeins stærra en það hefði kannski bara til að gera ákveðna hluti en bara svefn hérna plássið, hvað þið sváfu og hvernig það var og hérna það sem ég er að segja, þess vegna var þetta svona ótrúlega skeri mynd það var bara, þú veist, íslenski torbarinn maður bara, Jesus Christ Nei, þetta var og síðan er það líka bara litlu dítæranir að setja hór sem er búin að frjósa hérna í skeggið og smá XM á húðina þeirra og svona og hvort að þú tekur eftir öllu þessu dítærum strax eða hvort þetta bara er partur af öllu Þú veist, og setja drulluna undir negluna og hérna og takk frekar eftir ég að það væri ekki þá fær þetta trubla sko. en með áherslu þú sagðir þetta með Kormák og Skjöld og það að það er alveg hægt að gera mjög stíla sér að versjón af þessu sem er kannski skringilega hreint og flott og stíla sér að því myndin er mín er mjög stíla sér en kannski ekki svona tekur kannski ekki eftir í þannig en allt er svona veðrað og smá skítugt og maður svona reyna að láta lítið eins og þeir líkti einhvern veginn svona illa en nei, en þetta var bara rosa fjör og líka áhugavert að tala sko klæðinaðin hennar og
við vorum að ræða ok, hvernig jakka getur nú verið með hvernig jakka getur við einhvern veginn hjálpa leikkonunni og svona og síðan bara, konur voru ekki í jökkum það er bara ennáttur minni sletta, bara layers konunar átti ekkert jakka það var bara þetta vesti yfir þetta vesti og það þessi kjóll og innri kjóllinn og þetta yfir og yfir margar, yfirhafnir en það var ekki þykkir, hlýir frakkara, kápur eða jakkar og þá bara sorry hérna Odessa þér munum vera kalt Jesus Christ en það er svo gaman að maður veit þetta ekki þegar maður að skrifa og sem allt í einu koma svona færir einstaklingar inn og koma bara með þetta bara, það var ekki til og hvað er merkilegt og hvað hérna, núna þú veist, myndi frumsýnd og vonandi bara mikla viðtökur, ég veit að þú veist eins og vísi við frumsýndum stikluna úr myndinni, það var bara mjög mikill áhug og mjög gott áhorf á þá hérna stiklu já, einmitt, þá var ég við vorum bara að sjá hana sko, þá var ég að Dóra hefði séð stikluna á vísu og hún vissi ekkert það og vissi ekkert að ég var búin að sjá myndina en var alveg bara, hvað myndir þetta? Bara alveg æst strax sko þetta er algjörlega hennar mynd vel með fátækafólkinu í gamla daga og hvað hérna, þú veist Þóru, hvað tekur við? Þú ert væntanlega að vinna að einhverju nú þegar? Eða? Já, ég er að vinna í nokkrum verkefnum ég er að vinna í einu verkefni með sem framleiðendum og ég gerði þessa mynd og það einmitt, það er örgulega mikið sem þú getur sagt kannski. Mér finnst einhvern veginn alltaf svo skrítið að tala eitthvað fyrir það að búa fjármagna mér finnst það eitthvað svo hallæslega. Já, ég er með geð eitthvað hugmynd veit ekki hvort þú verið að veruleika Nei, þú getur alveg hitt mig bara á ölstofunni ég get alveg bara, ég með hérna, sem hittur mig 3 ára setna Ertu búin að skrifa hana? Nei, ég veist hvernig þetta er já, ég veit hvernig þetta er Það tók þið 8 ára að gera þessi mynd Það tók 8 ár þannig kannski eftir 8 ár Nei, það er mér langar rosa mikið að ná kannski herja aðeins mér á Ameríku og það sem að hún gekk svona vel í bíó þar þá eru svona Þetta er alveg statement, þessi mynd svona, þín fyrsta mynd er að ganga vel þannig að Já, og fyrsta mynd og hérna og fólk er að taka eftir henni og maður er að fá svo skemmtilega og spennandi fundi það tekur allt tíma, það er ekki eins og það verður allt í nú komin önnu mynd eftir mig á næsta ári Það er, við erum talað það einhvern þátt með að ég tala þetta tekur svo mikið tíma ég skil ekki bara þolinmæðina sem að þið búið yfir sem að standi í þessu, þetta er svo tekur svo fáralega langa tíma þú veist, þegar þú bara skrifa bók, bara rithundur ég hugmynd á alstofinni, bara heim Já, það, þú veist, en já, það er náttúrulega bara aðalmál er að vera með kannski marga bolt á lofti þannig að þegar einhverjir þetta náttúrulega alltaf þú setur náttúrulega ekkert með höfnun Nei. og þú verður að þú veist, þóla það að fá rosa mikið af svona neyjum og þannig ég er að vinna bara með rosalega frábærum höfundum á Íslandi að íslenskum verkefnum kannski sjónvarp líka sjónvarpstátum já, ég er að vinna sjónvarsýri núna með Glassriver já, spennandi og já, bara hinn á þessi já, eru bara það er líka bara svo gaman að vera að vinna að hlutum sem að þróa sjálfur og fólk einhvern veginn hefur trú á þeim og þannig, en þetta tekur allt tíma til dæmis hlutinni sem er einhvern veginn að líta vel út í dag ég byrja á þeim fyrir 4-5 árum og sem tekur allt, sem líka áhugavert sko, að því núna er maður kannski að reyna að ræða einhverja hugmyndir úti og það er mjög áhugavert að mér finnst sumar hugmyndir og verk virka misvel í Bandaríkjunum versus Bretlandi versus Íslandi þannig að það sem ég er að þróa fyrir Bandaríkin er miklu meira out there það sem að ég bara kaup ekki það sem er að gerast í þessu verkefni myndi gerast á Íslandi ég bara kaup ekki það þarf einhvern veginn að vera meira ríl hérna bara einhvern veginn og Bretlandi þannig að það er mjög áhugavert og síðan einhvern veginn að mér finnst maður einhvern veginn að þú verður að elska eitthvað til þess að eyða svona mörgum árum í eitthvað en hvernig veistu hvað þú elskar eitthvað
þú verður bara einhvern veginn að vinna rólega í því og það fyrir hann í skúffu og það getur verið ár eða eitthvað sem tekur aftur, sem ég næ ekki hægt að hugsa um þessa hugmynd og þá kemur hann aftur upp úr og þannig að það er rosa erfitt einhvern veginn ef einhver spyrir þig, herðu þetta með eitthvað nýtt? Hvernig kemur næsta mynd? Já, veist. Næsta hryllingsmynd? En ég er mjög mikið áhuga á að gera aðra hryllingsmynd en ég væri til í að gera næstu hryllingsmynd hvernig hef ég ekki eyðalegg þessa mynd þú veist það er ákveðna reglur í The Damned sem ég þurft að fylgja sem tengjast point of view-i og hvað fólk veit og svona og svona, ég ætla ekki að segja mikið mér langar einhvern veginn að gera meira mynd sem er meira svona God's eye view eða omniscious view eða hvað ég kalla þetta alvitri sögum já, það sem að ég meira bara sína áhorandunum alla hliðarnar en stundum veit alkarakterin ekki allt sem er í gangi af því þá er að byggja aðeins öðruvísi spennu þú veist, hann talar um þetta Hitchcock spennan að þú getur haft tvo við mataborðið að spjalla og sem sprengja og þið bregður en síðan horfur á sömu senu tveir við mataborðið að spjalla og ég set sprengju undir og þau veit ekki að sprengju en ég veit að sprengju sem áhorandi þannig ég er að býða, oh my god, hvenær mun hún springa, eru þau að fara að finna þessa sprengju hvað er ég búin að halda þess að ræða oft yfir í þessum þáttum mjög en ég til dæmis hafði ekki þessi verkfæri í The Damned að þetta er allt hennar point of view getur ekki nota þetta tricks og sem er svo veist erfitt að geta ekki bara notað öll verkfærin en líka frábært í að vera með svona skýra reglur í hvernig ég ætla að segja sögur þú verður að vera agaður í frásögninni þannig að mér langar rosa mikið að gera aðra mynd þar sem að er meira í þessa áttina að vera með aðal karaktera sem henda í einhverja erfiðar aðstæður og þau eru ekki með allar upplýsingarnar en áhörendurinn eru með það en nú A24 er náttúrulega svona eitthvað bara núna í framleiðslu og dreifingu og draumurinn bara fyrir menn á mínum og ég hef nú séð bara þegar ég lesa í kringum The Damned að það nefna sem þetta er svona svolítið A24 mynd og náttúrulega kvikmyndatökumæðurinn greinlega hann skaut dýrið þá það eru svona tengingar er eitthvað búin að banka upp á? Ég er búin að finna með þeim wow. eftir að myndin kom út og það væri bara draumur að vinna með þeim það er bara allt sem þeirra stimpilir á það er alltaf bara vel að búa afrið þannig að það er greinilega, það hlýtur að vera gott að vinna með þeim myndi maður halda fyrir þeir eru svona filmmaker driven og ég sést búin að funda með A24 og Blumhouse líka Blumhouse er kannski svona þeir geta verið filmmaker driven en þeir eru alltaf filmmaker, þeir geta ekki líka kannski þú ert alveg með myndir eins og Get Out sem eru alveg bara óskarsvænlega myndir hjá þeim en síðan gera þeir líka bara The Purge nr. 5 en þess að þeir eru alltaf með þeir eru bara með fast budget þeir styðja leikstjóran þeir styðja handritið og þeir eru rosa mikið og A24 er alveg eins en þetta eru svona og Neon náttúrulega líka Neon er rosa flott en ég held að þeir þróa eiginlega ekki neitt þeir kaupi bara þannig að þú veist þetta eru svona þessi mini-stúdíó sem eru mjög genre driven og við sjáum það bara á Ari Aster Robert Eggers hverjir aðrir sem eru að ná að gera svona spennandi myndir original hugmyndir þeirra handrit og þetta er að fá víða dreifingu að því þú ert nú leiðilegt að segja en þú ert með eitthvað sem þið langar að segja en þú ert líka með söluvöru það er þessi kassi sem genre er að ef þú fylgir því að ég skil hvað fólk vill sjá en ég er kannski með eitthvað sem ég langar að tala það getur verið Get Out þú veist, og margar aðrar þú veist, þannig ég held að þetta er þessi tími núna fyrir unga, ég var til dæmis bara að hlusta núna áður ég kom til ykkar, ég var að hlusta á Steven Soderbergh hann er miklu upphöldið af mér hann var að gera Presence
og Neon keypti hana og hann náttúrulega bara algjör indie hann er búin að gera huge myndir þú veist, við getum hann byrjaði indie markaðinn í Bandaríkjunum nei, ok, ég ætla að hoppa tilbaka nei, þú veist hann ef þið eru búin að lesa bókina Down and Dirty Pictures sem The Rise of Harvey Weinstein og hann gerði myndina Sex Lies and Videotapes sem var svona fyrsta myndin sem var indie mynd sem seldist á Sundance og eftir það bara draumur allra að komast á Sundance þessa hátíðir og selja myndina og síðan eftir það hefur hann gert þú veist, frábæra myndi Out of Sight og hérna og bara Erin Brockovich, Traffic Ocean's 11 já, en hann getur líka gert þessa litlu myndi smerri myndi sem hann gera nýlega og var núna að gera Presence og hann var hérna bara að ræða það að nú hann var spurður, þú náður að koma þér inn með þessari svona mjög particular svona voyeuristic bíómynd sem Sex Lies og Videotapes svona fólk svo mikið áhuga, hvað gerir þau það er búið að draga fyrir og maður sem með hérna næra hann ekki upp og þarf að videotepa konur til þess að tala hérna kynlífi sitt og fólk kan bara horfa Sex Lies og Videotapes sem frábær en hann talar að í dag hann var spurður, hvað ungir kumdingar menn að gera og hann segi bara genre og hann segi in particular horror að því að ungt fólk að fara í bíó en þau eru að fara oftast á genremyndir og þau eru að fara á horrormyndir og nú sjáum við bara myndir eins og The Substance og margar aðra ég bara man ekki nákvæmlega við talaðum þetta hérna sko bara þessu bara gróskan og hugmyndaðukin mest í horrornum okkur núna þessi missurinn bara algjörlega en ég man eftir bara djöfull nú var ég að horfa aftur á Sex Lies and Videotapes bara hún frábær ég man eftir því hún kom í bíó sko ég var best aldrei kringu títuð eitthvað og það var þú veist að fórallar á þessu mynd og þetta var svona allir voru allir einhvern veginn að fara að sjá svona kvikmyndahátíðamynd bara í bíóborginni og bara já, wow, allir í bíó að sjá svona skrýtna mynd þetta var alveg, það gerðist eitthvað það opnaðist allt þarna opnaðist þetta og stuttu seinna var að Reservoir Dogs sem leiddi að Pulp Fiction sem var að El Mariachi hjá Robert Rodriguez sem leiddi að El Desperado og bara fyrir ekki Desperado og þar opnaðist þetta hérna indie dæmi sko Paul Thomas Anderson líka með hérna Hard Date og hérna Boogie Nights þannig það var einhvern veginn að opna svona indie autor svona einhvern veginn og það með þetta Festival Indie Darlings og Sundance náttúrulega var bara huge faktor í þessu sko en ég mæli með þessari bók allt þetta hljómar ekkert eðlilega vel Down and Dirty Pictures og líka hérna, Raging Bull hérna hvað heit hún? Ég man það ekki þau getur googlað, hún heitir eitthvað það er sem sagt, þetta eru companion pieces sami rithöndurinn og þetta er basically bara slúður yfir Hollywood sem alveg ógeðslega skemmtilegt að lesa eða horfa á ef maður hefur yfir snefilega áhuga sko, þá þetta alltaf alveg ógeðslega gaman sko hinn hérna, mann ekki hérna, Raging Bulls hérna Easy Riders Raging Bulls og bókin byrja bara á hérna, minni mig á hérna Scorsese heima, einhverju hálfu astma-attack það eru hérna jarðskjálfti og hann nýbúinn að taka allt mikið kókaini hann bara að fríka út einn í íbúðinu sinni og þetta bara byrjurinn á bókinni og síðan þetta koma þér inn í hvernig Hollywood var og allar þessar sögur og hvernig voru þessar þetta náttúrulega bara the rise of stúdíókerfi var bara að hrynja og þarna var það bara eftir hérna Bonnie and Clyde og allt það, þá var alltaf að breytast og þar fer þessi bók bara í getum allt þetta og síðan og bara Tarantino tala mjög mikið það bara, síðan bara eftir the 70s bara the 80s bara a desert ömurlegra myndi segir hann ég get ekki alveg tekindi það ég skil pointið en mér er bara, það er líka 80s myndin að eldast í raun alveg fárlega vel og líka hvað eru 80s myndi, ég meina Raging Bull og Blowout kom út 1980 þú veist, þannig að þú veist en það sem hann segir og þá byrjar það ekki nema á honum
og Steven Soderbergh og öllum þessum gaurum að festivalin byrja alltaf að spila svo stóran part sko, á þessu og þá into the 90s og þá mitt 90s verður eins og the 70s var áhugavert Wow, þetta ekkert eðla áhugavert það er alltaf sem á áhuga kvikmyndum þetta eru bara frábærar Wow, frábært þetta ekkert eðla áhugavert og bókin líka sem Sidney Lumet skrifaði mjög lítil hann bara svona handbook fyrir hvernig á að leikstýra og það hann bara með hann bara hvernig hann æfir allt frá og hann bara að tala hérna Dog Day Afternoon, hvernig hann æfði fyrir hana hvernig hann gerði, þú veist, bara Serpico og bara you name it og meira þess að myndi sem hann enda á að gera ekki, sko, en það bara eitthvað, þú veist, þú heyri munin á því hann æfði alltaf á sama stað í Brooklyn eða eitthvað, ég heyri munin á því þegar að Paul Newman lappar upp tröppunar og Sean Connery Sean Connery léttur á fæti og þú veist að vera gaman Paul Newman, það er eitthvað þungt yfir honum það er þung skref og hann er bara æðislega sugur alveg yfir í að bara fá þér eina brauðsneið og 2 soðin egg eða hvað var í hádeginu leikstjóri og ekki að fá sér þunga máltíð meðan tökur eru og sem leggur hans í 20 mínútur Hefur þú farið eftir þessu? Nei. Ég hef ekki en þessi bók er frábær svona einhvern veginn þegar þú getur dottið inn í eitthvað svona day to day og aftur að tala hérna, Steven Soderbergh sem ég elska hann einmitt talar í þessu hérna, ef einhvern langar að hlusta á þetta viðtal þá er þetta IndieWire Toolkit podcast og frábær viðtöl við kvikmyndagerðarmenn fólk og hérna og hann með talar að hann búin að vera í 15 ár að skrifa bók the job of the director og hann notar sem svona rauðan þráð í getum bókina er the making of Jaws og hann var með tengingu við Universal þannig að hann er með sko hérna listan, katalógin hvað orðar þetta, möppuna hvað þau skutu á hverjum einasta degi á meðan tökurnar voru þannig að bara ok, við erum að skjóta þessu og bara hellingur svona nýju skrifa og hann er að miða við myndina sem er kláruð og öll mistökin og allt sem að tekja ákvörðun á the day, bara mikilvæga senur og við vitum allir að hákallin bilaði sem en hann er að fara svona minute í saumana hvað gerir leikstjóri dag fyrir dag þegar þú mæti með plan og það hrynur allt og bara frækt að allir þessi mynd var að fara að floppa bara allir, þú var komið langt yfir schedule svo allir ekki skjóta út á sjó bara farið í tank, nei það verður að vera ríl ekkert með vesen og svo fann hann bara upp blockbusterinn og bara breytti öllu þetta er algjör game changer sem mynd þetta er bara og gaman fyrir unga leikstjóra eða bara alls sem áhuga kvikmyndum að horfa á Jaws og bara skilja hvernig á að kófira senur hvenar átt að vera kött í hvenar máttu bara leifisu að hérna, vera í one-air eða hvað það er hvernig byggir upp spennu hvað er spenna, af hverju eru þessi skot spennandi það er svona líka velorna þessa mynd og því hún er bara búin að stand the test of time hann var náttúrulega svona einhvers konar undrabann Spielberg náttúrulega framan að ferlinum sko, ótrúlegur náðagáða Þetta ekkert eðla magna áhvert, við erum alveg að fara að brjóta hérna tíma með til okkur 1 klukkutíma og 30 mínútur, geðvegt Já, en alltaf það hvað verður þetta í mörgum sölum á morgun? Í nokkrum sko, ég ekki alveg viss sko Nei, þú verður á einhvers staðar Ég verður einhvers staðar að fela mig og ég veit ekki alveg hvort ég nenni að horfa á þessa mynd einu sinni enn Nei, það er nú alveg maður hefur stundum tekið eftir því sko að maður er á svona einhverjum gala premjæs að leikstjórinn situr svona aftarlega og svo svona hverfur hann, læðist út fyrir út og fæst bjór en málið sko, ég langar að pína leikstjóra læst henni herbyggi að þurfa að horfa myndina sína aftur sko það, því þú horfir náttúrulega á hana svo oft út að setja hana saman og fínisera og laga og síðan ferðum við hana á festival og síðan þetta sína fjölskyldu og vinum og veit ekki hvað þannig að
kannski horfi ég sko Já. ef að vinir og ættingjar ef að þeir meiða mig Þú er allan að sjá viðbröð ömmuðina sko. Er það ekki mjög? Jú, ég verði bara að segja hvað þú þóli meira en það sko af því ég er nú ekki aktífur blaðamark núna þú voru að ringja í ánóttur eftir frumsýningu og bara fréttin bara hvernig fannst ömmu myndin Já. og koma þá með hérna Nei, þú ringir bara í ömmu Ég ringi bara ömmu, ég fæ númerið hjá Já, ömmunni þú færi hjá ömmu og hérna og það væri bara frábært Geðveik hugmynd. Ég myndi lesa það við Er það ekki? Jú. Ég líka alveg fyrirlegt að ég sé atvinnulaus Það er gæðan sko. Þú verður bara Nei, en þú ringir ömmu, þá færi líka svona origin story sko, þú veist, Tarantino vann á vídeolegunni, Já. ólst upp á vídeolegunni Já. Nei, með þetta er náttúrulega bara rosalega þegar maður hugsa tilbaka hvað svona þessi ár skipta manni máli og maður ræði með dáin er ég genre gaur alla mína stuðmyndir eru dramamyndir ég læði miklu áherslu á drama að því þú verður alltaf kunna grunninn á hvað er drama en allt sem ég horfði á kannski eins og allir aðrir var alltaf bara genremyndir sem krakki og að geta einhvern veginn farið bara inn á eitthvað svona risa húsnæði sem er ekkert um að spólur Þetta var alveg magnadæmi Þetta var geggja sko maður lendi í svo viðmældurinn talaðum sko nú, maður fór á legun og maður getur ógeðslega lengi að leita en það var alltaf einhvern veginn leitin var líka einhvern veginn partur af þessu en helvítis Apple-fjastringu að flikka á milli hérna á veitunum það er bara tímasón og ekkert gaman eins og þetta er í dag Er eitthvað, ég held að eina sem geti komist nær þessu er ef að vinurinn segir mér langar að mæla með mynd ég heldur þetta ekki búin að sjá hana ekki googla hana, ekki horfa trailerinn og bara hendin í að því sko, þú gast alveg lent í þessu og kannski komir hana svona í hotnið á vídeolegunni sko þegar ég man hjá ömmu og afa þá fannstu bara svona á sko munin á nýjum rekkum og gömlum rekkum og það var svo fyndið og hérna á stundum var eitt hotn á vídeolegunni sem var bara svona mjög mikið rík mér að segja það var gaman að velja þar sko það var að því síðan allir eruðu vanið því að þú tókst bara hulstur og gast hort aftan á svona en það var svona, ég man ekki, þú manst eftir þessu þegar voru svona hálfgerðu svona plast harðplast, flettirekkarnir sem var hjá ömmu og afa og þú kannski, ég veist ekkert hvað þetta er það er yngri en við en það var svona tikk og það var rosa gaman og rytminn þegar puttanir fóru og sér, tekur hana upp puttan að setja hana svona spes niður aftur sem hún passaði inn í þetta var svona hæfni sko. Þú þróaði með þér svona ákveðna hæfni ég saknaði þess og líka bara einhvern veginn að veist, ég fór líka stundum ólingsárum, þá var það sko helgar pizza og mynd veist, ég saknaði þess sko ég get náttúrulega borðað pizza og hort á mynd núna en það er að fara þangað hvaða myndir eru inni veist algjörlega commitment það er þetta tíminn sem fyrir að velja einhverja mynda þetta er kannski svona svipa bara með vínilplötuna sem er að koma aftur það er að því að það náttúrulega er aðtöfnin þú nýtur tónlistanar óhjákvæmlega betur að þú þarf að hafa fyrir þessu snúa plötunni við eftir 20 mínútur og svona sko. það er það sem gefur þessu gildi sko. en síðan er þetta allt kjúreitað fyrir því í dag sko. það er erfið að fara inn á streymiveitur og svona þess vegna er oft doldið gott að skoða hinn á þessa lista veist, ég skoða oft þessa best of 2024 það fer ég inn á IndieWire eða hverjir það eru sem er að gera þessa lista og skoða svona, og líka bara hverjir eru tilnæmdið til Oscars sem samt þýðir eiginlega ekki neitt sko. Oft eru frábæra myndir ekki tilnæmdar þetta er bara popularity contest og að skoða bara þar og bara herru ég hef ekkert heyrt þetta og kannski rétt lesa bara blörbið þannig það kannski er aðeins nærði að fara á vídeolegu heldur en að fara inn á Netflix eða hvað það er og það náttúrulega er bara sýnt það sem að því þetta er alltaf algoritminn þú veist, þetta er alveg svo eins og Facebook eða Instagram eða eitthvað þau seti bara inn á feedið þess að þau vita að þú vil þau vilja að þú ítir á það og þú vilt meira og það er alveg með þessa myndir þú fær bara vinsalustu Adam Sandler myndina
aftur og aftur upp til því sem hugsa það var að svifta okkur leitinni og veiðinni eins og þessi listar eins og á Netflix, ég ekki vissum að ég trúi þeim sko. Nei. Vinsældarlistunum, ég held bara Doktorinn þetta bara? Já, Nei, ég veit ekki, það var hægt að segja man, sko, líka þegar mann komið á óvart þetta svo ég gleymi bara aldrei ég fór í Regnbúan 1992 að sjá Svikráð Reservoir Dogs og bara þegar ég kom út, ég var bara ekki saman maður og ég var svo fegin þetta var bara, vá, þetta var glæpamynd sem var bara allt öðru í sig það gerist alltaf sjaldnar en bara can't beat the feeling sko. En það áhverju að tala um þetta, ég man til dæmis ég var ótt að fara á svona bannaðar myndir ég fór einmitt ég sá Under Siege í bíó með frænda mínum fórum við lögur að spíó sem manni líka fór ég Rumble in the Bronx Jackie Chan það var svona fyrsta ameríska myndin hans og þetta einhvern veginn ekki það ég hef gert einhverja Under Siege Jackie Chan mynd en þetta hefur áhrif á mann þetta einhvern veginn svona einst inni og þessi upplifin að láta skemmta sér það kannski annað sem svona líka smá vesen með nútíma myndir þær eru kannski ekki nóg mikið svona, þær eru svo fáar hvað segir maður, kolvetni og prótein þær eru of mikið annarkvæmt þetta bara artsy-fartsy eitthvað en hún ekki að skemmta mér og ég hvor eru þessu myndir en þær eru kannski eitthvað artsy-fartsy ég var enda til í að sjá Steven Seagal gera alveg einhverja dramamynd en mér finnst með þessi upplifin að þú veist, hafið þessi Portrait of a Lady on Fire Nei. Heldur betur ég veit að ég átt að sjá hana fyrir x mörgum árum eða þetta kom, en ég hef ekki náði sko. Hún fyndi fólk spil, sjá hvernig nýja góða ég veit aldrei hvað ég að segja og ég var náttúrulega Anora var mjög flott en alltaf kemur ég aftur að ég sá þessa mynd, ég vissi ekki hana ógeðslega vel leikinn ógeðslega vel leikstíl frábært handrit, ekki margir karakterar frábærlega skotin hefur áhrif á þig bara hjartanu og bara allir í mæli með Portrait of a Lady on Fire og hún var pottet sínd í bíópartís svona frönskum dögum og leikonan mitt var á Íslandi sem leik í henni, hún var í bíópartís bara senustu helgi að auðlýsa nýjumyndina sína hún alls þar á auðlýsingunum en það svona mynd sem hreyfði við mér og hún og svona eins og Karol, það veist ég Karol Rooney Mara, Kate Blanchett svona falleg lesbísk ástasaga nei ekki heldur svo gaman að þú sér svona myndir sem eru svo vel gerðar einhvern veginn, það ekki margir karakterar, það ekkert eitthvað svona eitthvað vesen flourish í þessu, bara vel sögð saga, vel leikinn og það svona tvær fyndið, svona, báðar með svona svipað þema ég ætla ekki að segja of mikið en og það er svona draumurinn og líka ég var að horfa á Phantom Thread, Paul Thomas Anderson ég fikk að sé hana Ian McKellen nei, þetta er Daniel Day-Lewis þetta er kveðju stund síðasta myndin hann er þetta nýbúin að skjóta mynd núna það er svona Lindó svona hans leikstir honum en hún, þetta er allar svona fái karakterar einföld saga en með gríðarlega dýft og ógeðslega gaman að minnst þetta svona katalóg þessar þrjár svona nýju myndum ég bara til þess að enda þetta með svona lista fólki sem er mjög svona næringaríkur listi þetta er geðvægt og þetta er með til okkur lengslega þátturinn okkar vel við hæfi, þetta frábær mynd hvetjum allar að fara í bíó á The Damned þetta fólk ætti ekki að vera neitt að láta neitt þvælast fyrir sér er þetta heitlingur bla 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 bara mynd sem er að gera þetta er alveg bíó ég held að ef þú gaman af hrylling þá eru gaman af þessa mynd en líka ef þið langar að sjá dramamynd fólk sem er að lenda í hremmingum eins og þau gera og erfið mórölsk saga hvað gerirðu ef þú sér ef þú getur hreinlega ekki farið og bjarga fólki þau eru föstandi við veturinn þau eru ekki næga mat fyrir sig átt að fara að bjarga útlendingum sem eru að drukna það er líka svona smá
svona speilin Jú, nútímasamfélag. einmitt, það líka svo flott þegar einmitt myndina geta gerst í fortíðin en kallast á við samtíman en líka bara þetta eru sjómenn við þekkjum það er veruleika bara sem Íslendingar en svo eitt segir nú í myndinni þetta gæti verið við og þetta er rosalega stór spurning fyrir sjómann þetta ætla ég ekki að bjarga drukknandi sjómann en þegar ég sekk á hindaginn eða hvað þá sko. þannig að þetta er það var einmitt, það var svona erfitt dramatískt moment hjá þessum mönnum sem maður fann til með og svo bara, veistu frá þessu allir bara fólk bara vill sjá bara vel leikna góða mynd, þá var þetta myndin algjörlega Þórður, þakka kærlega fyrir komuna frábært að fá þig bara hlustnið þá næst, það ekki það? Jú, sem að við reiknum að verði bara 50 daginn í næstu viku það er ekki komið februar þá verður komið februar áfram gakk já, geggjað Takk fyrir Takk